verið velkomin að Rauða borðinu aftur, kæru hlustendur, áhorfendur, á gula deginum. Við erum komin með mjög góðan gest á Zoom. Við ætlum að vera með símspjall hérna við mann sem svona okkar helsti sérfræðingur í ferðamálarannsóknum og ekki lengur. Hann var nú frumkvöðull í þessum rannsóknum hérna á Íslandi til margra ára og flúinn land, eða ég veit ekki hvað má segja, allavega farinn, og prófessor í menningar landfræði við Wageningen háskóla. Þetta Edvard H. Heibens. Vertu velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að koma á samstöðina og hjálpa okkur kannski við að svona skýra nokkrar línur í upphafi vetrar varðandi ferðamálin og varðandi umræðuna ferðamálin, því að það eiginlega svona nokkur atvik í sumar og núna í haust sem að hafa kveikt umræðuna ferðamannastraumin og stöðu ferðamálana á Íslandi, og okkur langar svolítið til þess að reyna að ræða þetta svolítið markvisst hérna við Rauða borðið í vetur og mér langaði að biðja þig bara svona að hjálpa okkur aðeins að greina nokkra umræðu þræði. Hvað það svona helst sem að maður þarf að pæla í þegar við pælum í ferðamálunum? Já, þetta nú ansi breið spurning og ferðamálin eru eðli málsins samkvæmt svolítið breið í raun og veru í sem slík og eins og ég hef nú lengi haldið fram að þá koma ferðamálin í raun og veru inn á öll svið okkar mannlífs og við erum öll eiginlega túristar alltaf, það má eiginlega segja það og það kannski ágætt að kannski byrja þar einhvers staðar að reyna átt að sjá því hvað erum við að meina þegar við tölum ferðamál og túrisma yfirleitt. Erum við þá bara að tala þetta fólk sem lendir á Keflavík og að fara gullna hringinn, eða erum við að tala alþjóðlega nemendur sem stundar nám við Háskóla Íslands, eða erum við að tala helgagesti, eða erum við að tala fólk sem heimsækja vini og ættingja, eða erum við að tala þetta allt í sama tíma? Hvað erum við að meina? Nú, það sem við náttúrulega að vísa til núna í umræðunni þessar jöklaferðir. Nú, það er kannski með þessa hefðbundnu túrista sem einhvern veginn kaupa pakka og fara og skoða eitthvað og þarna einhver iðnaður í gangi sem að margir vilja tala og það oft notað þetta hugtak ferðamanna iðnaður sem heldur notað heilega viljandi til þess að undirstrika að það sé svona iðnaðar element í þessu, en þetta kallað ferðaþjónusta og ekki ástæðulausu vegna þetta snýst að þjónusta gesti og hérna þar alveg tölum við ferðaþjónustu þó að tala travel industry hérna á enskunni, en vissulega svona ákveð yfirbragð einhvers konar iðnaðar mennsku eða verksmiðju framleiðslu á ferðamálunum þegar kemur á svona ákveðnum öngum hennar, á Íslandi og víðar í heiminum. Þannig að kannski byrja á því hvað viljum við fókus á? Já, sko áður en ég svara því, ég veit það ekki, en þá man ég bara eftir því fyrir svolítið mörgum árum að þá eiginlega varst þú að minna einmitt á fyrirbærið gestrisni, sko, og að Íslendingar væru og vildu vera þekktir fyrir sína gestrisni og að þú sást svona blikur á lofti að þetta einmitt væri komið út í einhvers konar iðnað og myndi verða einhvers konar klofningur á milli þessa jákvæða fyrirbæris að taka móti gestum og gera vel við gesti, sína landið og miðla til þeirra ákveðinni virðingu við landið. Og þú tókst inn í myndina, ef ég man rétt, einmitt náttúruvernd, að náttúruvernd væri eitthvað sem væri eitthvað til að vera stoltur af og til þess að miðla til annara. Hvernig finnst þér, sko, ef þú bara svona lítur aðeins öxl frá því að þú byrjaðir fyrst að pæla í þessum fræðum, þá ég að tala með einmitt almennt og þá kannski bara taka alla þessa ferðamennsku sem alla þessa flokka inn í myndina. Já. Ég veit ekki, hvernig finnst þér svona þróunin hafa orðið? Já, sko, þróunin náttúrulega akkurat á þann veg sem fyrir var séð og stefndi alltaf í og spáði alltaf í rauninni. Það hefur verið mikið lagt í það að fjárfesta í forsendum þess að ferðaþjónusta geti vaxið á Íslandi. Það gríðarleg fjárfesting í samgönguinnviðum
í flugflota, flugvallarinnviðum og öðrum forsendum þess að það geti streymt inn gestir í meira og meira mæli. Það lá alveg fyrir að það yrði erfiðar að koma þeim út landið vegna þess hvernig við höfum sett upp og skipulagt okkar samgönguinnviði. Þannig að það lá alveg fyrir líka að því fleiri gestir sem kemur þegar meira yrði álagið á ákveðna staði og sérstaklega ákveðnum tímum og það er það sem við sjáum á suðvesturhorninu helst að þar er álagið orðið gríðarlega mikið, sérstaklega í miðbænum og svo á ákveðnum punktum í Gullfoss og Geysi og annars staðar. Auðvitað hafa síðan innviðir verið byggð upp þar eins og á Þingvöllum og Gullfoss og Geysi víðar hafa verið byggð upp innviðir sem að gera það kleift að taka á móti miklu fyrir gestum heldur en nokkuð tíma kannski fyrir 10, 15 eða 20 árum sko. Þannig að það líka hefur breyst og þá breytist þessi mörk sko, en á samanskapi breytist þá þetta yfirbragðsstaðana og það að koma á Gullfoss Geysi í dag er allt öðruvísi en að koma fyrir 15-20 árum. Það sem koma með hótelþjónustu upp eða leiðir, göngustíga og ýmislega innviðir sem að sumuleyti draga frá hvað við segja, náttúrulegu yfirbræði þessara staða og þarna auðvitað hefði mátt, þarna er nú einn angin en sko, þarna hefði mátt og má gjarnan horfa mjög stíft í það hvernig hægt er að leggja í hönnun áfangastaða til þess að þetta lyfta náttúruverndargildið þeirra náttúruverðmætunum sem þar eru. Vegna þess að þetta eru fyrst og fremst helstu áfangastaðar Íslands eru einmitt náttúruperlur og það er hægt að gera afskaplega vel ef vandaði til verka með góðri hugsun og landslagsarkitektur og svolítið fjárfestingu þar í. Það var þetta að gera alveg magnaða staði sem að lyfta einmitt svona náttúrugildum. Þetta eru fádæmi því miður á Íslandi og víðar. Menn flýta sér oft of að reyna bara annars vegar þá bara bregðast við fjöldanum eins og hann er bara þá orðin þá þegar. Nú eða bara menn hafa hreinlega metnað í þessu og bara riðja upp einhverju malaplani til þess að geta rukkað inn á það og teljast bara góða með það. Þetta er allt til. En hvað var það gestur þessi spurninguna? Jú, sko, það er kannski það sem er gott að leggja áherslu á þegar við tölum ferðamálin að sko, andlagið þar er fólk eins og við sem er að koma til Íslands eða við sem förum annað og þetta er allt fólk sem er, bara eins og það er, misjafnlega guði gert en með væntingar, þrár og drauma og fallegt eins og það kemur bara fyrir. Og hvernig getum við umgengist það sem fólk, ekki bara sem einhverja neytendur. Og ef við náttúrulega erum að tróða fólki inn í einhverja fyrirfram stífskipulaða pakka sem snúast bara í raun og veru það að láta það borga sem mest fyrir sem skemmsta þjónustu, skulum við segja. Ég meina þá lokum við rosalega á þá möguleika sem að verða eins og við talaðum einhvern veginn á svona tengslamyndum við tengslið okkur og landið. Og ég myndi segja að það sem við þyrftum að gera með ferðamálin og ekki bara í Íslandi heldur víðar er þetta bara hreinlega að hægja á og búa til, hvað við segja, meiri og breiðari verðmæti úr gestakomunum heldur en bara gjaldeyristekjur sem koma úr glösum þeirra fyrir þjónustu sem þeir kaupa og horfa á þetta sem miklu frekari möguleika til þess að efla okkar alþjóða tengst og tengst við aðrar manneskjur sem að bæði göfgar okkar og bæti lífið og andlega heilsu og ég veit hvað það er. Þannig að einhvers staðar þarna sé ég þetta svona, en eins og ég segi, það sem er að gerast í dag er og Ísland er ekkert einsdæmi þar í, sko, að það er auðvitað bara verið að reyna sko, að pakka sem mestum virðis auka í hverja sekúndu af upplifunar hagkerfinu til þess að geta kreist sem mestan pening út úr fólki sem kemur. Og þetta er auðvitað ekkert rosalega jákvæð, skemmtilegar forsendur til samskipta, skilur. Þannig ætla ég að umgangast þig með því að svona tróða ofan í eins mikil upplifun ég mögulega get til þess að ég geti rukkað sem allra djúfur mest á svo skemmtum tíma og svo komið úr landi. Þetta er ekki góð byrjun á því að eiga samskipti við einhvern, sko. En hvernig er þá, ert þú að tala með þessi hægja á, er ekki eitthvað koncept sem heitir slow tourism eða er það orðið úrelt? Jú, öll þessi koncept vera reglulega úrelt, það er vegna sem þetta markaðsöfnir eru ákveðlega dugleg við það að taka þau yfir og búa til þeim einmitt vöru, sko. Og svo borgar bara meira fyrir slow tourism vegna þess að það eyða meiri tíma.
En hvað þýðir það raunverulega að hægja á? Ef þú getur svona sagt eitthvað praktískt, sko, að hægja á okkur? Já, það kannski svona, svo ég fari nú aftur hérna í mörgu hugtöki, það er eitthvað nýtt að koma, núna heitir þetta hérna endurnærandi, regenerative, nú nýjasta skólan í þessu öllu saman. En sko, ef maður kafa nú aðeins undir sko þessar hugmyndir sem eru nú búin að vera gangi núna ansi lengi varðandi hvernig við getum nú breytt eðli ferðaþjónustunnar og ferðamennskunnar, að þá snýr þetta kannski eins og ég segja, að hverfa frá því að horfa á gesti og gestakomur sem gjaldeyrisskapandi iðnað, fyrst og fremst. Heldur horfa á það sem gesti og gestakomur. Hvernig myndir þú taka á móti vinnuðinum? Ég meina, þú gerir ansi margt meira heldur en bara að drífa þá í gegnum einhverja millu upplifuna. Þú drekkur kaffi með þeim og slakar á og þið spjallið saman og þið hittist og skoðið og eitthvað sem eitthvað finnst báðum skemmtilegt eða bæðum og þannig að hægja á er ekki bara að fara hægar yfir og gefa sér meiri tíma, heldur líka í raun og veru að breyta væntingum og horfa til hvað það er sem að við viljum frá gestum og hvað er það sem að gestakomur eiga snúast Ég skrifaði aðeins þetta, tveggja sinna pistil, það var þemahefti hjá Vísbendingu núna í vor, ansi gott, ferðamál og nokkrar greinar þar í, af því marga góða hugmynda og ég átti þar smá innslag, einhverjum 2 blaðsíður, þar sem ég legg þetta eilítið út svona, hvað ég átti við í með þessu og kannski það gagnlegt fyrir einhverja það í tímaritu viðskipta og efnahagsmál í Vísbendingu. Áhugaður vettvangur þessar pælingar en einhver sigur, þannig er það. Já, mjög góður. Og svo komum við hérna bókin okkar Gunnars og Magnúsar, ferðamál á Íslandi, við fengum að gefa hann út aftur núna hjá Forlaginu. Já, er hún ekki svona, hún er bara, verður með í jólabókaflóðinu væntanlega, hún er svona, þetta ekki eitthvað svona grundvallarrit í ferðamálafræðum? Jú, við af mikilli hógværð settum það sem undir til heilstætt grundvallarrit með ferðamál, þannig að af mikilli hógværð gerði við það og við áttum nú að stytta en hún var lengri, þannig að þetta, við reynum nú að fara ansi vítt yfir þar og þetta hóllabolt og ég vona að það svona sé sæmilega aðgengilegt þar en það er allavega meiningin og hún var þá endurútgefin núna. Þetta er náttúrulega risastór málaflokkur líka, en svo þegar þú ert að segja þetta að taka á móti gestum og þá dettur mann í hug, þá sér maður fyrir sér bara sko Mývatnssveit á 19. öld eitthvað svona þegar komu einhverjir gestir og bændur fóru með það og sýndu þeim fugla og náttúrufyrirbrigði og svona. Þetta er raunsætt þegar þetta eru ungir bændur út land sem að hafa kannski mest núna tekjur sínar af ferðamennsku og minnka búskapinn er einhvern veginn og eru kannski ekkert með, ég veit ekki, hafa einhver sérstakann áhuga á að ganga landið sitt og sína, hafa ekki þessa passjón, er þá eitthvað, ég veit ekki, er þetta ekki þá bara einhver svona enn krafanum eða svona eins og stíll frekar en eðlisbreyting, sko, hvernig eiga þeir að fara að gera öðruvísi heldur en bara koma heiðarlega fram og hafa hreint á rúmum og vera sanngjarnir og Já, svo er það þetta líka að ég meina, ég er ekki að segja að sé neitt að því að bjóða einfaldlega bara rúm. Men þú ert bara með gistiaðstöðu og svo getur fólk bara farið og skoða sína fugla sjálft. Já. Það er nú ekki mikið að því að bjóða það upp snyrtilega og halda vel utan þar, skilur við. En það sé kannski þarna náttúrulega komið inn á annað áhugavert. Ég meina, þú nefndir þetta unga bændur sem að kannski að reyna að skapa sér einhvern tilveru grundvöll og rekstra fórsætti fyrir búið sitt. Og sem eru þá kannski, og ég þekki það nákvæmlega hérna núna í Hollandi mitt að hér er landbúnaður í mikilli krísu vegna þess að bændur eru gjörsamlega fastir inn í einhver skonar fjármögnunarmódeli sem að bankarnir hafa skapað fyrir þá og þeir eru tilneyddir til þess að djöflast í raun og veru myrkran á milli til þess bara eiga ísju á vegna þess að kröfurnar eru orðnar svo miklar og skrýtnar og það þurfa að gera svo mikið og þannig að þetta er orðið svona, það er svona annars margt sem hangir á þessari spýtu og þetta má spyrja hvernig snýr það í til dæmis íslensku landbúnaði að þú ert með bíli sem að þú neyðir til þess að fara í ferðaþjónustu, vera með kú og gír og sauðfé og hesta og ég veit ekki hvað fleira allt í bland og helst einn maður og sinna því sem sinni því líka að vera vélstjóri í næsta þorpi sko, ofan á það saman og meðan húsfrúin er kennari í næsta grunnskóla, þetta er svona orðið hálf sturlað sko og af hverju getur fólk ekki lifað af landbúnaði, af hverju má ekki lifa því að búa til mat fyrir fólkið
Það greinilega ekki hægt, þannig að þarna eitthvað að. Ég ekki að segja að ferðamálin lesi það og ég kannski nú ekki akkurat maður til að hjóla í að takla vandamál landbúnaðar í Evrópu og Íslandi en það eitthvað að þarna klárlega. En það var náttúrulega stundum fyrir þetta saman. Stundum finnst mann þetta fara kannski svolítið saman án sem við ætlum nú að fara að tala um landbúnaðarmál en einmitt þessi svona talað þetta slow hugtak sko sem kom upp þetta að líka að bændur mættu vera með minni framleiðslu af meiri gæðum, framleiða lífrænt og annað sem hefur nokkurn veginn misheppnast svolítið á Íslandi. Það eins og íslensk landbúnaður sé fastur í þessum stóriðju landbúnaði en ég ætla nú ekki kannski að fara alveg út. En þá fyrir ég hugsa samt, hvað það sem hvað að þegar að sem sagt stór hluti landsins íbúar, segjum þá bara bændur eða ungt fólk eða fólk á öllum aldri tilbúið til að taka á móti gestum á aðeins afskekktari svæðum en þangað koma mjög fáir og stærstur hluti ferðamanna fer á þessi sömu svæði alltaf þar sem að verður uppsöfnun og vandamál. Hvar svona yfirsýnin og hvar ætti þessi stjórnun að eiga sér stað, finnst þér? Já, þarna kemur þetta bara inn og grunnþátt ferðamála sem ég eitthvað aðeins skrifað gegnum árin og það bara svo staðreynd að samgöngur og ferðamál eru náfrændur, ef ekki bara tvíburabræður, að ferðamenn komi ekki þangað sem þeir komast ekki. Það alveg klárt mál. Það kerfi samgangna sem þú setur upp, það skapar alltaf forsendur þess hvaða staðir komast inn á korti, allavega sérstaklega hvað var að fjöldan auðvitað, augljóslega. Og skapar forsendur fyrir uppbyggingu og forsendur fyrir fjárfestingu og ýmislegt annað sko. Þannig og á Íslandi það nú bara þannig að hvernig komast ferðamenn til landsins? Jú, með ferjunni á Seyðisfjörð, það einhver hluti sem kemur þannig og þá þarf nú að komast við Fjarðarheiði til að komast eitthvað áfram og svo meira hringu einu og annað. Einhver hluti gerir þetta vissulega og ég skemmti mér nú það við að sömurinn að vera skálaður upp í Herðubræðarlindum og þá einmitt alltaf svona áfæstu og lögadögum þá kemur Strólan austanað sko, þeir sem allan að fara på Hálundi. Nei, en ég meina Þorrinn kemur út í gegnum Keflavíkurflugvöll og hvað þarf hann að gera þar? Þeir sem eru nú blúrnir á Google Maps geta fundið út úr því að það strætóskýli þarna einhvers staðar fyrir aftan við þar sem sækir bílaleigubílana og kannski tekið á strætóinn til Reykjavíkur og kannski fatta það að einhvers staðar í Mjóddinni getur við skipt á vagn sem kemur kannski eitthvað út á land einhvern veginn einu sinni á dag. Þannig að kerfi almenningssamgangna á Íslandi einfaldlega ekki tengt inn í til dæmis aðalmiðstöð samgangna til útlanda sem Keflavík og þá nokkuð innanlands við á sama spáti náttúrulega, það tengt það inn í Reykjavíkurflugvöll með einhverjum mjög sérstökum hætti sem að ég bara býð fólki góða lukku með að reyna að finna út því hvernig það virkar ef að ætla að reyna að gera það. Þá eftir bara einfaldlega sem allir gera, það að lesa bíl. Og þá ertu bara komið á ákveðið radíus til þess hvað gerlegt að gera. Sérstaklega ef að tímið til ferðalaga er takmarkaður sem hann oft eins og sérstaklega hjá einum stærsta markaði sem eru Bandaríkjamenn. Þeir eiga nú engar 3-4 vikur í sumarfrí eins og Evrópubúar, þeir taka frí sín út á nokkrum dögum og jafnvel bara viku. Og þeir eru þá augljóslega ekkert að fara að taka og dunda sér hringinn eins og margir frakkar og þjóðreglum skera á öðrum forsendum. Og þannig að í staðir eins og Raufarhöfn, segjum bara, einn af mjög uppáhaldsstöðum, þetta ekkert, já, eins og ég segi, farðu bara að prófa að skipuleggja ferð á Raufarhöfn frá Amsterdam bara góða skemmtu við það og sjáðu hvað kostar þegar þú ert búin að reikna allt saman með bílum og annað og það keyra sjálf þessa leið sem að kannski okkur finnst ekkert mikið mál en það ýmsum sem að hýsa við slíku sérstaklega þegar vegirnir eru eins og þeir eru ekki kannski alveg byggðir eftir Evrópustaðli eins og komið hefur fram oft. En að þessu sögðu þá kannski gaman að segja hérna, ég var upp í Lindum í sumar og þá kom nú einn belgískur fjölskyldufaðir með strákana sína og sá hafði nú gert sér lítið fyrir og keyrt á víthurabíl frá Akureyri upp fram Eyjafjörðinn og svo Dyngjufjallaleið til mín og Herðubræðarlindir og var á leiðinni
var á leiðinni yfir Lindána og niður úr til að ná eftir skipinu sínu á Akureyri og búin að vera 13 tíma á skröltinu á þessum vítara bíl sem hékk nú alveg saman, merkilegt nokk. Þannig að hann alltaf taldi bara saman, þetta voru eitthvað 450 kílómetra og hugsaði, þetta voru nú ekkert málum. Svo spurði hann svona í einlægni eftir þegar var að fara hvort að allir vegir á Íslandi væru svona vondir. En þannig að þú segir að það hafi verið miklu eitt í innviða uppbyggingu þar að segja samgöngur og svona, en það er einhvern veginn eins og það hefur það bara stoppað einhvers staðar, það vantar sem sagt á legobreytinu, það vantar hérna almenningssamgöngur. Það hefur verið að fjárfesta 20 milljarða í Keflavíkurflugvöll. Það er bara ekki spurning, þannig að þú veist við erum með 2 flugfélag núna, Icelandair kaup sér nýja vélar og það flugfélag frá Evrópu sem fljúga til Íslands núna og bandarísk flugfélag og það er bara endalaus vöxtur þarna og við erum að fjárfesta mikið í Keflavíkurflugvelli sem bara nákvæmlega eins og með alla aðra flugvelli ef þú stækkar þá bara koma fleiri. Það er bara svoleiðis og náttúrulega má ekki gleyma því náttúrulega að þetta byggir auðvitað á ansi langri hefð flugsamgangna yfir Atlantshafið sem er búin að byggjast í gegnum nokkur flugfélög hjá okkur sem hefur verið haldið uppi til þess að gera þetta og við erum auðvitað að uppskera það líka. Hvað ætli þetta sé 70 ár síðan eftir stríð sem var Íslands og Evrópu og þessar leið hefur verið að byggja upp, eins og ég segja, allan þann tíma og þetta er alveg bara módel bara sem gefur og gefur fyrir þessara. En svo fer fjöldin allur af ýmsum öðrum ástæðum sem Nei, ég segi svo það fyrir fjöldin. Það er ástæðan þess að tekist alþjóðaflugi líka forsendum í alþjóðaflugi sem hefur verið fjárfest í líka á alþjóðavísu. Það er búið að byggja upp kerfi alþjóðasamgangna í flugi, til dæmis á kostnað lestarsamgangna á annars. Til dæmis það er ekki skattar af flugvéla, bensín og ýmsu öðru sem er alþjóðlegum samningur. Það er búið að skapa forsendur fyrir alþjóðaflug sem við erum alveg búin að vera mjög duglega að tappa inn í og koma okkur inn í og bara Keflavíkurflugvöllur er birtingarmynd þess. Gallinn er hins vegar hvað er það íslenska ferðaþjónustu að sá flugvöllur er í rauninni ekki tengdur með virkum hætti inn í annað samgöngukerfi landsins í raun og veru. Það liggur gallinn. Já, þannig að það bara vantar einhverja brú þarna yfir sko. En þá ætlaði mér aðeins að pæla í sko eins og slysið þarna á jöklinum og það hafa nú orðið náttúrulega, ég veit ekki, svolítið kannski mörg slys, slys í ferðaþjónustunni og hvað er það, björgunarsveitirnar hafa verið svolítið uppteknar við að leita týndu fólki og þetta mæðir á, það er nú alltaf sagt að mæðir á innviðunum sko, okkar og þannig að maður spyr sér svona hvar eru þessi mikli peningur sem kemur inn til dæmis sem er alltaf verið að reikna út sko, þessi gríðarlega fjárfesting sko að maður veit ekki alveg hvernig hún dreifist svona. Það er ein spurning, bara risaspurning kannski sem þarf að pæla í eða hvað og síðan er þetta með ábyrgðina sko þegar illa fer sko. Hver er mitt, þá er það náttúrulega björgunarsveitirnar og ríkið og þyrlurnar sem og svo er það hvernig er hægt að elta uppi þá sem raunverulega ber ábyrgð á slysunum. Hvað myndir þú svona segja, getur þú eitthvað sagt þú ert ekki búið að rannsaka það til lítar sko eins og þetta jöklaslys. Finnst þér eitthvað dæmi gert eitthvað? Nei, ég treysti nú bara tryggingafélögunum til þess að sinna þessu alveg sko, að þeir hafa nú sérfræðinga og snillinga á sínum vegum til þess að rekja upp og velta og þeir tryggja það nú alveg að menn slepp ekkert svo billega frá sínum ævintýrum ef út í það er að fara. En hvað varðar auðvitað svona slys og annað, það er mjög erfitt að ræða slíkt vegna sem ég segi, þetta er manneskjur að ræða sem að lenda í miklum hremmingum og eru settar í náttúrulega aðstæður sem að fólk á ekki að vera í. Nú, hvað varðar slys á vegum, ég meina, eins og ég nefndi áðan, ég meina, vegir á Íslandi eru ekki beinlega sliðir eftir Evrópustöðlum og við eru í eðli málsins samkvæmt bara pínlítið hættulegir bara sjálfur sem slíkir og sérstaklega fyrir þá sem eru óvanir og sérstaklega ef það er mikil umferð vegna þess að þeir eru náttúrulega bara ekki byggðir fyrir mikil umferð, það er bara þannig. Og þá kemur spurningin, ég meina, á að byggja upp vegina fyrir ferðaþjónustuna. Já, þetta er bara stór pólitísk spurning hvað á að fjárfesta innviðarpeningum í ferðamannaleiðir. Ég er nú á því að við gætum samgöngum áta fyrir ferðamenn.
til dæmis að vera með miklu virkar og öflugra kerfi almenningssamgangna, þá ég held að bara margir myndi taka því fagnandi að geta komist nokkuð greiðlega og auðveldlega bara með góðum strætóm landið og þurfi ekki að vera að leigja sér bíla. Það bara eitt til þess að minnka álag á vegunum. Þannig að til dæmis eins og eru þetta víða, ég meina, tökum dæmi af millilandafluginu. Ég meina, það ótrúlega góðar samgöngur til Norður-Ameríku og Evrópu frá Íslandi. Ég sem Íslendingur, ef ég verið á Íslandi, þá hef ég val bara komast nánast hvert sem bara fyrir að vera lítið með þess að það er lítið pening. Ástæðan bara mjög einföld. Ég í raun og veru bara húka þar með flugfélögum sem að sinna Atlantshafsmarkaðinn. Hvað eru margir Íslendingar, því þetta er sjálf bara, hvað eru margir Íslendingar að meðaltali hverju vél frá Icelandair eða Place sem að fara eitthvað fram og tilbaka. Þeir eru kannski 10-15% af fjöldanum í borð, svona að meðaldegi. Ég meina með öðrum orðum, við höldum uppi mjög öflugu kerfi samgangna millilanda byggt fyrst og fremst á gestunmál. Og gestum sem verðist að koma til Íslands þeir eru bara að fara yfir hafið. Á nákvæmlega sama hætti getur við haldið uppi mjög öflugu kerfi almenningssamgangna innanlands á grunni gestana. Á grunni þessara 2 milljón gesta sem koma hverju ári sem bara nýta sér þetta. Það er þetta að halda uppi góðu ferðum með sérstaklega á sumrinu þetta. Þarna getur við mikið álægja vegunum. Þarna getur við skipulagt og hugsa aðeins öðruvísi út í ferðamálum og þarna er hægt að ef allir strætóleiðir og almenningssamgöngur verið byggðar upp í takti við þarfir ferðaþjónustuna líka. Það getur verið einhvers konar win-win sem við skoðum nú einmitt í verkefni fyrir einhverjum 15 árum að verða. Transport and Tourism á norðurslóðaverkefni. Og það er einhver dæmi það að við samnýtum ferðir og póstbíla og annað slíkt. Nú það er ein leið. Svo auðvitað þarf að hafa skýrt regluverk í kringum greinina og regluverk í kringum hvar ábyrgð liggur og hver ber ábyrgð hvar og hvenær og þeir sem að beri ábyrgðina hafi þá valdheimildir til þess að axla þá. Það er náttúrulega bara þjóðlegt mál og eins og þetta slys á jöklinum sem ég nú svolítið ekki búin að leggjast yfir, ég bara sé fréttirnar eins og aðrir, ég meina, en þar virðist alveg vera ljóst í mínu huga að það er ekki skýrt nákvæmlega hvar valdheimildir liggja. Ef það er skýrt þá verður þeir sem hafa ekki beitt það og það er fjöldi ástæða fyrir því sem geta verið bara sem við höfum verið rakið. En ég vísa nú bara kannski á kollega mín og vini þetta fyrir austan bara til þess að fjalla þetta. Þeir hafa bent á þetta í áraraðir að þarna stefni í óefni með þessu kapphlaupi sem jöklaferðina. Þeir hafa hugsað þetta alveg út Já, það var nú kannski það sem að kom í ljós einmitt að það voru margir sem höfðu skrifað skýrslur og margir sem hafa mælt með ákveðnu verklagi og eftirliti og slíkt og það er kannski það sem er svolítið að koma í ljós á Íslandi að það vantar svolítið að ég veit ekki, setja alla þessa þekkingu sem við byggst upp í ferðamálafræðunum yfir í praktíkina Þú veist, finnst þér ekki eins og þetta sem þú ert búin að vera að byggja upp sem fræðimaður, myndur ekki vilja frekar sjá það einhvern veginn að stjórnvöld myndu svona kannski lesa þessar bækur sem þeir eru að skrifa á þessar skýrslur? Jú, þeir lesa þetta alls. Við fórum með hátíðlega með eintak alltaf inn í ráðuneyti og á viðandi stað og ég til fulla trú að því að fólk lesi þetta alveg. Ég held að málið séu nú aðeins flóknari en svo það kemur inn á bara líka greinina og auðvitað hvað hún vaxir hratt, hvað hún er fjölþætt og kemur inn á mannlýsins. Hvað oft eru litlir aðilar sem að starfa í þessu sem voðalega erfitt að láta gera á þessu, en hvað var það einmitt að koma þessu inn í praktíkinni eins og þú segir, þá eru kollega mínu við Háskóla Íslands, Gunnar og fleiri, og líka við Hólaskóla, voru allavega, þetta er saman skólinn núna í dag er ekki. Það nú kann ég ekki alveg að fara með það, allir Gunnar verður ekki að gera þetta bara, en þeir eru inn í mennta, hvað heit það nú? Það er einhvers konar menntakerfi ferðamála eða ferðaþjónustunnar sem þeir eru alveg innvirklaðir í. Þetta er endurmenntun og bæði og menntun, starfsmenntun sem samtök ferðaþjónustunnar hafa verið að leiða líka og það er alveg samgangur þarna á milli. En einhvers staðar vantar að koma þessu, en finnst þér ekki væri ekki svolítið verðugt svona að ræða þessi mál áfram í vetur svona? Jú. Þarna, auðvitað þarf að ræða þetta meira, en það sem vantar, myndi ég segja, að þarna eitt af því sem kannski vandamáli líka það
það í rauninni getur hver sem stofnað til ferðaþjónustu vegna þess að ferðaþjónusta í rauninni inn í allt og í allt í okkar samfélagi. Þannig að þú veist, í rauninni ekkert sem stoppa mig í því að fara að gera út jöklaferðir á Vatnajökli. Ég meina, ef ég á penning þá bara kaupi ég, eða bara þess vegna þarf ekki einu sinni eiga penning, ég bara fæ eitthvað lán og kaupi bíl og bara gef skemmtilega leiðsögn og rölti sem bara við fólk upp á jökul. Það þannig séð, já sko, nú á ég að þá fá leyfi hjá Vatnajökulsþjóðgarði ef ég innan þjóðgarðsins, en kannski finnum við bara staðar í utan þjóðgarðinn og bara geri þetta og það svo sem ekki sem stoppar það, þannig séð. Og þarna ertu með, eða ef ég vil opna gistingu eða veitingahús eða hvað þá bara þarf ég að fá ákveðingur leyfi en að öðru leyti get ég svo sem gert það sem ég vil. Þetta auðvitað kostur, en þetta sem við kallir líka í leiðinni og þarna þurfum við bara auðvitað að skipuleggja ferðamálin betur. Það þarf að ákveða hvaða staðir eru það sem við ætlum að byggja upp sem ferðamannastaði og þá byggja þá vel. Og þá segja aðrir staðir, nei, þarna það ekki. Og tökum þá dæmi aftur á jöklaferðunum. Nú þetta inn á starfsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Þarna þyrftum við bara einfaldlega, Vatnajökulsþjóðgarður að vera bara með sýn og skipulag yfir hvar eru ferðamannastaðirnir. Það til, reyndar, en það er bara leggja það út og raun og veru deiliskipuleggja svo og bara vinna eftir því. Og þá getur alveg séð fyrir, það fínt jöklaferðir, bara framkvæmt, það bara hér og hér eru við með aðstöðuna fyrir það og eins og á Langjökli þar eru við bara hreinlega búin að bora sig inn í jökulinn og þú bara fer bara þar inn og skoðar jökulinn og upp yfir hann og það er ekki alveg sama svona jökla hellaferðin en já þó, hvað er það sem fólk að leita? Er ekki að sjá jökul? Bara þetta ein leið og það náttúrulega að gera það bara þannig að það sé bara þá örugt og vel gert. Já, greinilega kostur náttúrulega líka. Það er kostur að þetta sé svona sjálfsbrottið og kemur þá inn á þetta eins og þú segir, þetta bara að fólk finni hjá sér hvöt til að leiðbeina fólki og það er eitthvað skemmtilegt að halda þessu svona ferðaþjónustuna og einhvern hátt innan gæsalappa sveitalegri og með gesturistnina. En eins og ef það eru samhliða eftirlit. Hvar má ég gera þetta? Hvar og bara eins og hérna í þessu ágæta landi í Hollandi sem náttúrulega 1/3 af Íslandi og alveg gríðarlega þéttbýlt, þetta 80 milljón manns. Ég meina, það alveg skýrt, ég má gera allt, ég frjáls maður hérna, en það alveg líka skýrt hvar og hvenær ég má gera það. Ég get ekki gert hvað sem ég vil, hvenær sem og hvar sem nei, en ég má gera það sem ég vil á ákveðnum stöðum á ákveðnum tímum. Og það er ríkisvaldið. Þetta bara alveg skýrt hvað segirðu? Og það er ríkisvaldið sem bara stígur þar inn. Já, og sveitafélögin og annars slíkt. Það er bara mjög vel skipulagt hérna og stíft skipulag og virkar mjög vel. Og nú ert þú í þessum merka háskóla sem er það ekki þekktur fyrir leiðandi rannsóknir á sviði ferðamála. Finnst þið vera svona kannski meira tekið mark á ykkar rannsóknum þarna í Hollandi heldur en þú upplifir hérna á Íslandi? Já, það er svolítið öðruvísi. Þessi háskóli hann er umhverfisvísindaháskóli, númer 1, 2 og 3. Hann er sérhæfður í umhverfisvísindum og landbúnaði og alveg mjög góður á því sviði. Og í landafræði sem nú mitt fag, þá er þessi háskóli bara með þeim betri. Og það er mjög gott að vera út á það. En vinnusviðin hérna þá umhverfisvísindi og landbúnaður. Og það er alveg sama hér eins og víða annars staðar er orðið auðvitað svo vísindaþekking sem er byggð upp í skólunum. Hún, hérna myndi ég segja, mjög meiri formfesta á því hvernig þekking úr háskólunum á að upplýsa stefnu stjórnvalda, hvernig hún á að upplýsa sveitarfélögin og hvernig hún upplýsir ákveðna þætti og ferli í skipulags málum og sín og på öðru slíku. Hvort það sé að tekið mark á því, það er aftur önnur saga. Það er alveg heitt og umdeilt hér. Það er vísindaðar niðurstöður og það er hugmyndir sem við erum að koma úr háskólunum eins og annars staðar. Og hér til dæmis er mesta bitbeinið stendur í raun og veru skipulagsmál. Hvernig framtíð þessa litla lands með öllu þessu fólki á að líta út þegar alveg er orðið ljóst að það er búið að ganga allt og nærri landsins gæðum. Sérstaklega í landbúnaði og þá þarf að gera eitthvað í því og við höfum
birtum mikið af rannsóknum í kringum það og einmitt sýn á framtíð landbúnaðar, framtíð sveitanna, framtíð borgarskipulags. Og þetta hefur oft, við höfum fengið traktorinn á campus sko, og bændur sótreiða til þess að mótmæla inn á campus sko. Já. Þannig að það alveg til hér eins og annar staðar og auðvitað erum við að tala inn í oft mjög mikil hittamál, pólitísk hittamál. En þarna eru ferðamálin miklu heildrænna svið, virðist vera þarna eins og þú ert að tala um þetta, þá er þetta miklu svona þverfaglegra svið heldur en kannski hefur oft verið og reynsla þá leiðir þú ekki hóp þar sem ekki verið að reyna að hlusta líka á reynslu þeirra sem hafa starfað í greininu, hafa reynslu af greininni eða hvers konar rannsóknarhóp leiðir þú núna rétt út í lokin? Já, ekkert mál. Nú það nefnilega ágætt að fara aðeins inn á það og ræða þetta vegna þess að sko talandi þá ferðamálin sem að þessi háskóli sem ég starfa við ekki beinlínis frægur fyrir, bara hreint ekki neitt. Við hins vegar bjóðum upp á mastersnám í sjálfbærni og ferðamálum. Þar að segja þá raun og tökum við þessi stóru málaflokkar sem varða bara landnotkun og skipulag og samfélag og allt þetta og við bara þýðum þá niður í ferðamálum. Ferðamálum sem birtingamynd af þessum stóru hlutum sem í gangi í samfélag og þetta mjög mikilvægt að gera svolítið greinamenn ánefnilega að ferðamálum ekkert endilega ekkert eitthvað bara sjálfstæður heimur. Nei, þetta er bara birtingamynd af mjög mörgum sem að gerast í okkar samfélagi sem þarf að skoða í því samhengi. Og þá komum við inn á hvernig skipulagi hér að ferðamál einmitt kennd langmest í sem sagt það sem við kalla University of Applied Sciences, það er Hókskóls. Það er sett í háskólum sem eru þá sem til dæmis eru ekki rannsóknarháskólar og eru ekki að veita til doktorsgráður eða slíkt. Þar eru ferðamálin fyrst og fremst í Hollandi. Vegna þess að þá eru þau í raun og veru starfsþjálfunar og starfsmenntagrein. Og síðan eru þessi skólar oft þá í samfloti með hótelstjórnunarskólum sem eru líka til hérna. En þarna eru eins og til dæmis þá í Breta sem mjög öflugur skóli einmitt á sviði ferðamála og þá bara þeir kenna fólki að sem snýra að rekstri og starfsumhverfi og starfsumsvifum ferðaþjónustu. Og síðan koma þá rannsóknarháskólarnir sem eru nokkrir hérna, eru 11 hérna í Hollandi í rétt, þá Wageningen eins og ég í og svo Utrecht háskóli, Amsterdam háskóli, Erasmus í Rotterdam og svona fleiri. Þar eru ýmsir sem að skoða ferðamálin út frá ýmsum víklum. Það eru hérna sagnfræðingar, stjórnmálafræðingar, menningarsögu, pælarar og ýmsir sem að stúdera ferðamál. Og það sem ég að gera núna er að draga þennan hóp saman í netverki sem ég er búin að núna í vetur verið fjórði viðburðurinn hjá þessu netverki, draga þá saman og koma þeim í samtal við sem sagt fagskólana sem að kenna ferðamálin. Það sem gerist hérna er að við fáum gríðarlega, það er mikið af verkefnum sem tengjast ferðamálum, mjög praktísk verkefni, útfærsla skipulags og ýmislegt annars á ferðamálum sem er hérna að gerast, að sveitarfélögin, ríkið og ýmsir að biðja og þau eru iðulega að lenda á borði fagháskólana sem er bara frábært mál og þeir gefa út góðar skýrslur og oft mjög ígrundað efni hvernig á að skipuleggja og með mikilli faglegri þekkingu. En það sem vantar í það er oft þá breiðara samhengið og hvernig til dæmis bara þetta þýðist inn á aðra málaflokka sem er mjög nauðsynlegt hvað ferðamáli varðar og þetta hérna kreppir skóinn hér rétt eins og Íslandi. Það er að segja til dæmis að samgönguverkfræðingur, hann spáir ekkert endilega í ferðamálin nema að sé eitthvað sérstakt áhugamáli og honum með henni. Á meðan, samgöngur og ferðamáli sem ég nefndi á hann, þetta eru týpurar sem bara þarf að tala saman, eða þú getur ekki rætt ferðamálin öðruvís en að ræða að einhverju leyti samgöngur og þá þetta færðu tækniháskólann í Delft sem bara er snillingar hvað var það samgöngu hönnun samgöngu innviða og þú færð þá til að tala með þér ferðamál og þá færðu allt aðra mynd á hvað við erum að ræða og allt annað samhengi sem að held ég að miklu betra fyrir bæði ferðamál og svo þetta fyrir samfélagi allt saman og sér þá ekki ferðamáli sem einhvers konar aðskilða bublu gestakomu sem eitthvað fyrirbæri sem þarf að halda út í einhverju horni og afgreiða með einhverju sér ákvæðum og einhverju sérmeðferð. Nei.
Og það þarna sem þú ert líka að tala kannski að hægja á, það líka bara að gefa okkur tíma til þess að ræða þessi mál út frá fleiri sjónarhornum til þess að byggja virkilega þennan iðnað til frambúðar. Það ekki? Já, það En myndir þú koma til landsins ef þú væri kallaður sem, af því að maður finnst nú svona að, séu svolítið margar gloppur á Íslandi og vantið að byggja margar brýr, þannig að ég vona nú að þú komir kannski og veitir einhverja ráðgjöf ef þú verður kallaður til, ef þú ert búin að vera með þetta stóra verkefni, safna saman þekkingunni. Jú, ég alltaf að skrifa eitthvað, svo ég alltaf á sumrinu á Íslandi, ég með íbúð Akureyri sem að ég dvel alltaf í, sem á að heita sumarfrí en verður það nú sjálfnast, það alltaf eitthvað brasa. En það nóg að gera og já, ég sagði að þú hefði flúið land, það auðvitað vitleis að þú flúðir ekkert land, en þú fékkst þessa góðu rannsóknarstöðu. Já, það nú fyndið að segja frá því, þetta var tækifæri sem að mér bauðst og svo vita nú sumir eins og nafninu að ég á nú ættir að rekja hingað, en það hefur ekkert með það að gera. Málið að forveri minn, hann prófessor í Bologna háskóla í dag, Ítali, sem ég kynntist þegar ég var í doktorsnámi í Englandi. Og hann nefndi við mig að ég ætti nú að sækja þessa stöðu þegar hann var að fara og ég gerði það og tókst að fá hana, sjálfur mér eiginlega til ákveðna undrunar, verður ég að segja. En þetta snýst ekkert það að ég einu einhverja rætur þetta. Pabbi svolítið frá Amsterdam, en það bara kemur eiginlega málun ekkert við. Þetta kom í gegnum námið mitt í Englandi á þessum tíma. Þetta er nú bara svona skemmtileg tilhugsun þá. Þetta er bara tækifæri. Það er bara tækifæri sem var frábært og ég greip. Já, og ég þakka að það var mikið tækifæri fyrir okkur að fá að heyra aðeins í þér og heyra af þessum rannsóknum og þinni yfirsýn, margra ára rannsóknum á Íslandi og víðar. Edvard H. Benz, prófessor í menningar landfræði við Wageningen háskóla í Hollandi. Ég þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að eiginlega setja okkur aðeins inn í þessa stóru myndina í ferðamálunum og svo ætlum við að halda samræðinu áfram. Kæra þakkir. Gerum það. Takk. Blessaður. Hlustendum og áhorfendum, þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir hérna í kvöld. Við höfum farið yfir ýmis svið og fengið til okkar góða gesti og það skiptir mjög miklu máli að þið eiginlega hlustið og horfið og deilið viðtölum, finnið inn á Samstöðinu, inn á YouTube og svo er líka mikilsvert að styrkja okkur ef þið hafið einhver tök á því. Það er svona hægt að gerast áskrifandi að þessari dagskrá. Inn á samstöðin.is þá er svona hnappur sem stendur áskrift, því að þá eiginlega getum við sett enn meiri metnað í dagskrárgerðina. En við segjum þetta gott hérna í kvöld á þessum gula þriðjudegi við rauðaborðið. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.